Þeir börðust meira en við og þeir komu snar vitlausir í þennan leik og voru grimmir og spiluðu mjög gróft og þeim var leyft að komast upp með okkur og við bökkuðum frá og þannig að okkur vantaði bara karakter til þess að klára það. Það hafi jafnvel verið einhvers konar vanmat og ykkur gengið svona ansi vel og þau hafa verið á ákveðnu flugi. Tóku Tindastól núna daginn. Heldur kannski að það hafi verið eitthvað í hausnum á leikmönnum að svona aðalstigaskorar og leikmaður Keflavíkur hafa verið náttúrulega farið núna í vikunni Ég held að Tindastólsleikurinn hafi ekki haft nein áhrif á þennan leik. Það getur vel verið að við höfum haldið það því þeir væru vængbrotnir í dag með meiðsli, bæði Damon og Kana sem farinn að menn hafi haldið þetta yrði erfitt en yrði mjög auðvelt. Við töluðum það fyrir leikinn að Keflvíkingar myndu koma snar vitlausir í leik og þeir myndu slá og berja út allan völl og við erum bara tilbúin undir. Við vorum bara alls ekki tilbúin í það. Nú gengið eitthvað verið nokkuð fínt í vetur. Kannski alveg eftir bókinni svona þannig séð en svona með við síðust ár það hefur eitthvað gengið nokkuð vel. Hvert séru liðið eitthvað fara núna í vor? Við þurfum náttúrulega að laga hugafar leikmanna, það alveg ljóst og ég held að við séum með það gott að við getum farið nokkuð langt en það alveg ljóst að í hvert skipti sem einhver ætla að berja okkur. Stjarnan kom og voru harðir á okkur og þeir tók okkur svona og við bökkuðum frá og við erum að gera það líka núna. Við þurfum að taka til í okkar haus. Það bara